Þannig að í dag erum við að tala verðmæti og gildi fatnaðarins og að hugsa hvað skrítið, hvað gildi einhvers eða verðmæti einhvers, það breytir einhvern veginn algjörlega allri hugsunin á bakvið hvernig við horfum á mismunandi aðstæður. Til dæmis var ég að hugsa til þess bara, kannski ég veist að pabbi að byrja klukkuna, sem pabbi alltaf á klukkunni. Þá var ég að pæla í því að hvernig gildi breytir ykkur og verðmæti breytir ykkur, og ég var að hugsa til þess að til dæmis eru aðstæður, mjög fáar aðstæður þar sem flest allir einstaklingar myndu óska sér dauða. En ef þú lætur til dæmis þig inn í ykkur aðstæður, eða þú ert pabbi eða ef þú ert með fjölskyldumeðlimi þar sem einhver að hóta þeim dauða, að þá eru margir einstaklingar sem myndu óska þess að þeir myndu fá dauða fyrir einhvern barnið sitt eða móður sín eða hvað það er. Þannig að verðmæti og gildi breytir algjörlega viðhorfi okkar á sérstökum aðstæðum, og oftar en ekki til dæmis myndi fólk ekki kjósa að frelsi sitt væri tekið. Og það er flest allir Íslendingar sérstaklega kannski lifa fyrir þetta að hamingjan felst í því að ég fái að lifa eins og ég vil lifa. Og ef ég fæ að gera það, þá er ég ánægð persóna. En samt sjáum við til dæmis hjónaband sem fer mjög á móti þessu, og það í rauninni í hjónabandi ert þú að segja: ég sé verðmæti þér, ég sé gildi í þér og ég er að leggja niður mitt frelsi. Ég ætla ekki að lifa fyrir það sem ég get lifa fyrir, heldur ætla ég að segja: ég ætla að leggja niður mitt frelsi til þess að segja: ég ætla að elska þig þangað til að dauðinn aðskilur okkur. Og þannig að í þessu eru mjög fáir sem að óska eftir því að frelsið þeirra veri heft, en í hjónaböndum þá sjáum við að einstaklingar eru að leggja niður frelsi sitt til þess að gefa einhverjum öðrum það. Og það er út af því að þeir sjá gildi eða verðmæti í maka sínum eða hjónabandinu sjálfu. Það er rauninni að þeir sjá þetta, og þannig að breytir þeim algjörlega og hvernig þeir taka ákvarðanir, og verðmæti breytir algjörlega sjónarmið okkar. En í dag þá er Jesús Kristur að tala um gildi sitt, og hann í textunum þá notar hann orð himnaríki, og nokkrum versum áður þá er hann að segja að hann í rauninni í dag er að tala um gildi himnaríki, svo nokkrum versum áður er hann að segja að ef hann er sá sem hann segist vera, það er að segja hann sé Kristur eða Messias, að hann sé sá sem Guð hefur sendt á jörðina til þess að koma og deyja fyrir syndur okkar, þá er himnaríki komið. Þannig að hann er í rauninni að segja himnaríki, hann er miðpunktur himnaríkis. Ef hann er sá sem hann segist vera, að þá er himnaríki nú þegar á meðal ykkar, sagði hann farisæana. Þannig að hvenær verður trú hins kristna ekki lengur þess virði? Er einhver tímann það sem við finnum okkur í þeim aðstæðum að við erum búin að borga mikið fyrir vöru sem er ekki þess virði? Er einhver tímann það sem að sá kristni finnir sig í þessum aðstæðum? Leyfum Jesú að útskýra sjálfur virði sitt, og kannski við stöndum aðeins upp og lesum saman Matteusarguðspjall 13:44-52. Hér segir: líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkinu var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. En er himnaríki líkt og kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum, og hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. En er himnaríki líkt neti sem lagt er í sjó og safnaði alls kyns fiski. Þegar það er fullt, draga menn það í land, setjast við og safna þeim góðu ker, en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar veröldin endar, englarnir munu fara til, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsofnin, þar verður grátur og gnýstur tannanna. Hafið þeir skilið allt þetta? Já, svöruðu þeir. Og hann sagði við þá: þannig er sérhver fræðimaður sem er orðinn lærisveinn himnaríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Amen. Ok, þannig er hann að tala um himnaríki, og það sem er magnað er að í versi 44 þá segir hann ekki bara einstaklingan var tilbúin að selja allt sem hann átti og kaupa völlina, heldur segir hann í fögnuði fer hann. Í fögnuði sínum fór hann og seldi allar eigur sínar. Þannig að hann var ekki bara tilbúin að gefa allt sem hann átti, hann var tilbúin að gefa það og gera brosandi. Tilbúin að skilja allt upp, að gefa allt upp, og ég var að reyna að ímynda mér eitthvað svona hvernig þetta var í nútíma samhengi, og það er ekki margir sem er að finna fjársjóði lengur. Þannig að ég var að ímynda mér kannski að einhver kall sem var í olíuiðnaðinum eða bensíniðnaðinum var að horfa á land sem hann geti byggt kannski hús eða eitthvað svoleiðis. Og í gamla daga eina leiðin til þess að finna olíu á landi
var í rauninni þegar olían var orðin það mikil og hún byrjaði að koma upp í gegnum landið sjálft, í gegnum jörðina sjálfa. Og þannig að ég ímyndaði mér kannski einhvern olíuiðnaðar kall, hann var að horfa á land og vissi ekki alveg hvort hann gæti keypt þetta land eða hvað, og hann sér inn á land og sér olíuna spretta upp. Og seljandinn að byrja kannski 3 milljónir fyrir landið, en hann veit að þetta olía, og ef þetta olía, þá get ég grætt milljarða á þessu landi. Þannig að hann fyrir bankann og hann ætlar að fara í greiðslumat sem hann auðvitað stenst ekki, bara út af því þetta Ísland. Og þannig að hann fer og hann selur allt sem hann á. Allt draslið sem hann horfði á einu sinni sem eitthvað geðveikt drasl, bíllinn, og hann tilbúin að selja þetta allt. Hann kannski búin að eyða fullt af einhverjum peningi, neonljós í bílinn og flott soundkerfi og svona. Allt draslið sem hann horfði á einu sinni og bara vá, er búin að fölna algjörlega í samanburði þegar hann veit að landið sem kostar núna 3 milljónir getur gefið af sér nokkur 1000 milljónir og að það með allt drastlið sem ég á er ekki neitt. Og þannig að hann fer í glöðugeði, fer á bland, selur allt drastlið sitt og gerir það með bros á vörð. Og fyrstu 2 versin eru einstaklingar sem selja allt sem eiga til að kaupa eitthvað sem þeir vita að það er mun meira virði í þessu heldur en öðru. Þetta er dæmisagan Jesú sem Jesús gefur til að lýsa í rauninni verðmæti fagnaðarins. Verðmæti hans. Að einstaklingar eru ekki bara tilbúin að selja allt sem þeir horfðu á sem mikilvæga hluti á þeir fyrir, heldur gera það með bros á vör. Og hann notar orðið himnaríki eins og ég sagði áðan, og himnaríki bendir til þess að hann sé miðpunktur himnaríkis, það sem hann segir nokkrum þessum áður við farisæana. Ef að ég er sá sem ég segist vera, Messías, Guð sjálfur komið til að frelsa þá er himnaríki nú þegar mitt á meðal ykkar. Þannig að hann er að lýsa í rauninni sínu gildi. Hann er miðpunktur þessa ríkis. Og ákall Kristi er ekki ákall þess að sætta þig einhvern veginn við minna. Ok, ég skal gerast kristinn, ég veit að ég þarf að sætta mig við að djamma minna eða lifa fyrir sjálfum mig minna. Og er þetta ekki, hafið þið talað við einhvern sem að talar svona, er rauninni, ég skal gerast kristinn, bara ég þarf samt að fá hérna smá fun points inn, svona áður en að ég gef upp allt það sem ég á, kannski að sofa hjá nokkrum stelpum í viðbót og kannski djamma aðeins og svo kem ég til Jesú Krist. Með þetta hérna, þá er það ekki að fatta verðmæti Jesú Krist. Og jável ef sá Kristur sem þeir myndu snúa sér til eftir 10 ár þegar þeir voru búin að skemmta sér eða eitthvað leys, ef það væri bara út af því að þeir eru búin að skemmta sér núna og ætla núna taka þessi leiðilega lífi sem er að fylgja Jesú Kristi, þá líklegast eru þeir ekki að fatta hver Jesús Kristur er. Og þannig að ákall Kristi er ekki ákall að sætta okkur við eitthvað minna. Ákall hans er að vera ekki svona auðveldlega skemmt. Að vera ekki svo auðveldlega afvegaleit í tímabundna hamingju sem leiðir okkur til glötunar, heldur að leitast eftir einhverju dýrmættara, einhverju eilífra. Ef við raunverulega sjáum verðmætið í því, þá gefum við upp með bros á vör það sem heimurinn hefur upp á að bjóða. Og þegar við áttum á að ánægjan sem ég fæ úr að lifa sem minn eigin Guð eða sem minn eigin Herra er fölnar í samanburði við það að lifa í Jesú Kristi. Og margir utan að koma til að horfa á kristni trú sem heftandi trú. Í rauninni, af hverju myndir þú gerast kristinn? Af hverju ósköpunum myndir þú gefa upp allt frelsið þitt og lifa svona hálf þunglindislegu lífi þar sem þú ert að elta Jesú Krist? Af hverju ósköpunum myndir þú gefa þetta? Sem félir í sér minna frelsi og minni gleði, myndi flest allir segja. Út af því að í frelsi mínu, í að fá að ráða hvernig ég lifi, þá upplýði ég gleðina. En svona kaldhæðnin við þetta er að það eru mjög fá lönd í þessum heimi þar sem er jafn mikið frelsi til þess að lifa eftir þínum eigin lífstíl eins og á Íslandi. Að þú getur eins og ég sá vídeo daginn, þar sem ég held að vera stelpa í Svíþjóð sem var núna búin að segja hana að hún fæddist ekki bara í röngu kyni, heldur í rangri tegund. Þannig að hún fæddist sem köttur í konulíkama. Og svo þetta kemur að svona tímabilið þar sem við þurfum að endur að spyrja, hvar getum við stoppað? Þú veist, getur við fært þig frá yfir í að ég er ekki bara rangt kyn í löngu líkama eða, þú veist, á Íslandi getur rauninni gert þetta. Og það mannaða var hana í Svíþjóð og líklegast á Íslandi væri klappa fyrir þessari stelpu fyrir að lifa eins og hún vissi að hún var og svo framvegis.
Þannig að það eru mjög fá lönd í þessum heimi þar sem við höfum jafn mikið frelsi til þess að lifa eftir okkur eigin lifnaðarhætti. Að lifa, ég get ákveðið í rauninni, ef ég myndi ákveða núna að ég væri kona, þá getur bara enginn sagt neitt við því. Og þannig að frelsið að lifa öðruvísi lífstíl til dæmis á Íslandi er eitthvað sem flestir Íslendingar myndu upphefja. Líklegast klappa fyrir þér en ef þú segir, er ekki svolítið skrítið að vera lifandi þessi köttur, þá myndir þú vera svona, af hverju þetta hata svona mikið, af hverju þetta svona reiður og leiðileg manneskja, af hverju ekki leyfinni að lifa sem sín eigin tegund. Og svo er spurningin, hvar getur þetta stoppað? Getur sagt, ég fæddist sem lífvera en ég á að vera bíll. Eða, hvar getur endað með rökin þessi að við getum bara ákveðið hvar við erum og þetta er samfélag sem við búum í, en hvernig er það að við getum, og mér finnst það magnað út af því að ef við sjáum þessar greinar þar sem við erum að tala eitthvað um Ísland á Facebook, þá hljómar þetta bara eins og paradís. Hver vill ekki lifa á Íslandi sem að þú sérðu greinunum hjá útlendingunum? Það er bara, þetta er geðveikt þjóð, það er allt gett fallegt, gengur allt gett vel, þeir handjárnuðu alla bankastjórana og hendiðu með fangilsi og það bara gengur allt, bara efnahagurinn er bara magnaður og ég er bara svona, vákvæmlega okkur að búa hana með þér og svo er þetta bara Ísland. En það sem magnaði er að það eru tölur yfir það að Ísland er á topp 10 lista yfir glöðustu þjóðir heims, hamingjusamustu þjóðir heims. Á sama tíma erum við held ég á topp 15 lista yfir mest þunglyndislyfja inntöku. Já, við erum á sama lista, á sama tíma erum við hamingjusamasta þjóðin og sama tíma er best í að taka inn þunglyndislyf með við höfðatölu. Og ég spyr sjálf mig, hvernig í ósköpunum getur við verið á báðum listum á sama tíma? Hvernig getur við verið bestur í að vera þunglyndur og bestur í að vera hamingjusamur á sama tíma? Mín kenning er svo að við höfum alltof grunna skilgreiningu á hvað hamingja er. Við höldum í að ef við höfum frelsi til að lifa lífstílum sem við viljum og erum því ein af hamingjusömustu þjóðum heims. Það er svo út af við höfum frelsi til að lifa og ég held að flest allir heimurinn skilgreinir það sem hamingju. Þú hefur frelsi til að ákveða hvernig þú lifir. En samt upplifum við þó að hamingjan á að vera dýpri og erum því þunglynd. Er ekki betra til dæmis að vera eltandi gulrótina, ekki vitandi það að þegar þú nærð gulrótinni þá veldur hún þig vonbrigðum. Þannig að þú getur eytt öllu þínu lífi við að elta ykkur gulrót sem getur ekki valdið vonbrigðum út af því þú nærð henni aldrei, frekar en að vera manneskjan sem er búin að ná gulrótinni og átt að segja á því að hún var ekki þess verið að hlaupa eftir allan þennan tíma. En Jesús málar hér mynd að allt það sem að verðmætast fyrir okkur áður fölnar í samræmi við verðmæti ríkis hans. Aleigan sem var það verðmætasta sem þú áttir þegar áðurinu uppgötaðir þetta land og perluna er allt í einu einskis virði með við það sem koma skal. Og það er magna að í nútímakirkjunni þá erum við svolítið góð í að kannski gera Jesú þægilegri en hann sjálfur gerði sig. Og svona reyna að gera þægilegt fyrir fólk að koma til trúar. Og það er kannski mjög erfitt, erfitt að gera það ekki. Þegar þú sér til dæmis bara á Íslandi hvað eru margir sem vilja ekkert með hennan boðskap gera, þá finnum maður fyrir þessu, bara við getum aðeins laga til boðskapinu, getum hann aðeins þægilegri fyrir fólk til þess að komast inn. En það sem við sjáum Jesú gerir í Biblíunni er að hann segir við lærisveinana sína að reikna út kostnaðinn áður en að gerast lærisveinar sínir. Hann er að segja, þannig eru einstaklingar sem eru tilbúin að segja, við ætlum að vera fylgjandi þínir og hann segir stoppið aðeins og pælið í því hvað það þýðir. Reiknið kostnaðinn út af því að þú vilt ekki vera gæinn sem byrjar að byggja hús og sést svo á endanum að þú reiknar ekki kostnaðinn og allir hlæja þig fyrir að vera heimskiki sem að Ísland ætti nú að vera þá góður í með hrunið okkar. En hann segir við þá í Mattheus 10:22 að þeir munu vera hataðir og þegar hann var hataður. Hann segir við þá að þeir ættu að taka upp krossinn og vera tilbúin að deyja fyrir það að fylgja sér, að afneita sjálfum sér. Hann notar ekki aðferðafræði nútímakirkjunnar að gera lítið úr kostnaðinum, frekar gerir hann mikið úr verðmæti fagnaðarins. Hann er ekki að minnka kostnaðinn, hann er að segja að verðmætið er miklu meira heldur en kostnaðurinn. Að leið og þú sérð hversu mikill þessi fjársjóður er, að þá allt í einu fölnar allt rastið sem þú átt áður fyrir og þú ert tilbúin að selja það allt á bland. Þannig fölnar kostnaðurinn í ljósi verðmæti þess. Og það er eitthvað við ríki Guðs sem kallar á magnþrungna viðtöku. Það er að segja hann er nóg.
Og sjáum líka í póstulasögunni hvað þetta er klikkað að fólk kemur og selur allt það sem er á og leggur það fyrir fætur póstulana og lifa bara saman í samfélagi. Hversu skrítið að sjá þetta allt. Here home, það var ekki öðruvísi. Það voru allir að lifa fyrir munaðarlífi líka. Það voru allir að horfa á peninga sem stór mál. Þannig að allt einu sér að fullt að hópa fólki sem selur allt sem það á. Til þess að heyri, ég þarf bara mat, ég þarf bara drykk, bara nóg til þess að lifa og ég er sáttur. Jesús er nóg. Og ég veit að það eru margir inni sem hlusta á John Piper sem að ég held að ég myndi aldrei sjá í persónu tala, en það lítur allt út fyrir það að ég fá að sjá hann ef Guð lofar leiðir í apríl á Together for the Gospel Conference. Og það er spurning í Westminster Catechism. Það er leið til að læra guðfræði og leiðin er sett upp þannig að það er spurning og svo svar og þú lærir spurninguna og svo lærir þau svarið. Og kirkjan í gennum mörg 100 ár hefur notað þetta til að kenna krökkunum sínum hver er Guð, hver er tilgangur lífsins og svo framvegis og framvegis. Og fyrsta spurningin í þessu sem heitir Westminster Catechism er hver er æðsti tilgangur mannsins? Og svarið, stuttasvarið fyrir unga krakka er í rauninni þetta að njóta Guðs og gera hann dýrlegan. Að það er tilgangur okkar á jörðinni. Að njóta Guðs og gera hann dýrlegan. Og það var John Piper sem breytti þessu aðeins og það má út af því að þetta er ekki Biblían út af því að guðfræðingar geta haft rangt fyrir sér. Þessu er rauninni hver er tilgangur mannsins og svarið hans er að gera Guð dýrlegan með því að njóta Guðs. Það er að segja í nautminni á hver Guð er geri ég hann dýrlegan og það í að njóta þess bara hver hann er þá sýni ég að hann er verðmætari en allt annað sem þessi heimur hefur upp á að bjóða. Að það er ekki að njóta hans og gera hann dýrlegan, heldur með því að njóta Guðs, þá ger ég hann dýrlegan. Með því að segja, Guð, þú ert nóg, saman hvað kringumstæður eru, saman hvað fólk segir eða gerir, þá er þú nóg, þá erum við að gera Guð dýrlegan. Og mér finnst þetta magnað, út af því að þetta breytir algjörlega viðhorfinu. Þetta segir okkur að lögmál Guðs, til dæmis, er ekki sett til þess að segja Guð sé einhvers staðar á himnum og segja, ok, nú ætla ég að sýna Nonna að hann á að vera undirgefinn mínu valdi. Og ég ætla að setja bara fullt af random reglum þannig að ekki blanda efnum þegar þú ert að búa til föt. Ekki borða svínakjöt, eða hvað það er. Þannig ég ætla bara að sýna þessu fólki að ég ræð. Heldur allt í náttúrulega á því að það er tilgangur á bak við reglur Guðs. Að lögmál Guðs er sett í staðar upp á okkur sérstakann tilgang og okkar er að fatta hver þessi tilgangur er. Hver er tilgangur lögmál Guðs? Og ef að þetta er rétt, ef við gerum Guð dýrlegan með því að njóta hans, þá verður að spyrja sjálfum okkur á, ok, hvernig, af hverju er lögmál Guðs sett? Og þá komumst við að þeirri niðurstöðu að líklegast er það svo ég sé hamingjusamur í því sem ég skapa til þess að vera. Sem er mjög öðruvísi, út af því nútíma samfélagi segir þér, í frelsið þínu ertu hamingjusamur. Það sem Biblían segir, þegar þú gefur upp frelsið þitt, þá finnur þú það sem þú ert skapaður til þess að vera. Það er rauninni að í lögmáli Guðs sem að leitast eftir hamingju okkar og í hamingju okkar og nautn okkar á Guði sjálfum er hann dýrlegur í okkur. Hann hefur hannað og skapað okkur og veit hvar hamingjan okkar liggur. Þetta þýðir að sá kristni sem hefur keyrt sig út við að reyna að gera Guð dýrlegan getur í raun gert hann dýrlegan með því að hvílast í hver hann er og njóta hans. Allt í einu erum við ekki að spóla allt okkar líf, að brenna okkur út. Allt í einu snýst kristna lífið að njóta hver Guð er og hversu magnaður hann er. Og jafnvel í hvíld okkar við að gera einfaldlega ekki neitt getum við gert Guð sjálfan dýrlegan. Ekki njóta þess að hann getur gefið okkur þó að það sé algjör bónus. Hann gefur okkur magnaðar hluti, hann gefur mér eiginkonu, hann gefur mér börn, hann gefur mér frábæra fjölskyldu, hann gefur mér ykkur, hann gefur mér samfélag, hann gefur mér gleði í skrýtnustu kringumstæðum. Þú veist þess að bara síðast og sunnudag ég var frekar bara svona depressed fyrir samkomu og svo hitti ég ykkur og það var nú ekki margir sem ætti síðast og sunnudag. Ég var ógeðslega uppörvaður eftir samkomu. Ég var ógeðslega þreyttur, oftast eftir sunnudag er ég ógeðslega þreyttur, en á sama tíma ógeðslega glaður og ég vissi ekkert af hverju nema það að ég fekk að hitta bræður og systur í trúnni. Þannig að það er magnað að Guð gefur okkur gjafir, en það sem er ennþá meira magnað að við getum notið þess að njóta Guðs. Hann er nóg. En svo lagið sem við vorum að syngja á það, þú getur tekið allt í burt sem ég á í þessum heimi en ég mun lofa þig ennþá því að
Gleði mín felst ekki í því sem þú getur gefið mér, heldur bara í hver þú ert. Þess vegna getur Páll til dæmis í Filippibréfinu sagt að kærleikur Guðs, eða hvað er gleði sem að fæst ekki lýst. Yfir þyrmandi gleði, ég man ekki hvernig hann orðar þetta í Filippibréfinu, en þegar hann skrifar þessa gleði, þennan frið sem er æðri öllum skilning, það er þessi, friður sem er æðri öllum skilning, þá er hann sjálfur í fangelsi. Ekki íslensku fangelsi þar sem hann er að spila púl, hann er hlekkjaður. Að reyna að skrifa bréf, talandi frið sem að engin maður fær lýst. Aðstæður geta breyst og fólk getur brugðist, en Guð er það sem nautn okkar liggur og sá sem ber meira gildi og verðmæti heldur en allt annað og allir aðrir. Og vandamál mitt við sjónvarpspredikara, eða þá sem predika þetta sem kallast velgengnisguðfræði, er ekki það að þeir prediki velgengni. Það er að segja að þeir prediki að Guðs fólk á að ganga vel, heldur frekar að skilgreining nútíma sjónvarpspredikara á hvað velgengni er allt of grunnt. Að við erum búin að falla í, því miður hefur kirkjan oft fallið í sömu gryfju og nútíma samfélagið er að gera. Að velgengni er að eiga frelsi, velgengni er að eiga peninga, velgengni er að eiga flott hús, velgengni er að allt gangi vel í lífinu, en hvað þegar þú lendir í sjúkdómum, hvað þegar þú lendir í þunglyndi? Getur haft velgengni þar? Vandamál mitt er hversu grunnt viðhorf þeirra er á hvað velgengni er. Það er lagt áherslu á nákvæmlega sama og allir aðrir gera, vinnu, góða vinnu, líkamlega heilsu, eignir, peninga. En raunveruleg velgengni er að eiga þann fjársjóð sem er verðmætari en allt þetta drasl. En rauninni getum við sagt, ég er tilbúin að gefa þér vinnuna mína, gefa þér peninga mína, gefa þér allt sem ég á fyrir það að eignast þig. Ég trúi því að allt samverka til góðs fyrir þann kristna, eins og Rómverjabréf 8:28 segir okkur. Og það eru margir svona velgengnisguðfræðingar eða velgengnispredikarar sem að nota þetta vest til að segja að allt samverkar ykkur til góðs, þannig að þú átt að eiga fullt af peningum og góðum eignum, en það merkilega er að 10 versum áður þá er Páll að segja: ég hef lært að lifa með engu, eiga ekki neitt, og ég hef lært að eiga fullt. Ég hef gleði í öllu. Þannig að sjáum í þessum kafla er hann ekki að tala um að eiga fullt af hlutum. Við sjáum í 35, 7 versum eftir að hann segir allt samverkar til góðs, þá er hann að segja í rauninni að þá segir hann að það er ekki háski, það er ekki þjáning, það er ekki þrenging, það er ekki ofsókn, það er ekki nekt, það er ekki sverð sem getur aðskilið mig frá ást Guðs. Þannig að ef við stoppum og spyrjum okkur hvað þýðir það að samverka til góðs, ef hann er að segja basically þú getur drepið mig og ég get samt haldið áfram í Rómverjabréf 8:28 að allt samverkar til góðs. Það sem hann er að segja er verðmæti, velgengni er meira heldur en þessi heimur hefur upp á að bjóða, það er í Guði sjálfum. Að samverka allt til góðs er að sjá verðmæti Krist þrátt fyrir kostnaðinn mun meira heldur en líkamlegi hlutir. Og kristinn boðskapurinn er í rauninni að predika sældarhyggju, er í rauninni að predika nautnarlíf. Ef við pælum í því þannig. Við erum að segja að þú átt að hafa sælu, þú átt að hafa naut, þú átt að njóta lífsins. En skilgreiningin okkar á sælu og naut er dýpri en skilgreining flest allra. Maðurinn er andi, hugur og líkami og grunnskilgreining á hamingju er að leitast einungis eftir líkamlegri fullnæging. Það sem við höfum fullt af því á Íslandi. Við getum borðað eins mikið og við viljum, við getum borðað hvað sem við viljum, við getum ákveðið hvernig við notum líkama okkar með miklu leyti. En að leiðast aðeins að líkamanum getur haft bölvuð áhrif á anda okkar. Þannig getum við hort á þjóð okkar og séð við erum hamingjusamasta þjóð, samkvæmt skilgreiningu heimsins, en sama tíma þunglyndasta þjóð, samkvæmt skilgreiningu heimsins, út af því að við erum að taka hérna þunglyndislyf. Hvernig getur það verið? Ég held að við séum að leitast allt of mikið í þessu grunnu hamingju, að leitast bara eftir því að gefa líkamanum það sem hann vill. Gefa hugi okkar það sem hann vill. En andi okkar og það sem þú skapaði fyrir er að deyja. Er að öskra á eftir Guði. Það kemur út í þessu þunglyndi.
Í því að gefa okkur undir hönd Guðs, þá finnum við raunverulega gleði í því sem við erum sköpuð fyrir. Og við höldum áfram í versunum og hann talar um æta og óæta fiska. Lýsingin á þeim kristnu og þeim ókristnu, og að líklegast þarna tilvörun í lög Gamla testamentisins, þar sem að það var búið að segja við gyðingana að þeir máttu borða sérstakar tegund af fiskum sem voru með sundugga og hreistur, en máttu ekki borða restina af fiskunum. Þannig að þeir eru að segja, ok, við mögum borða þessa, við skulum nýta þá, og rétt eins og þarna í myndlíkingunni, að þá leitar Guð eftir manneskjun með sér einkenni. Hefur það tekið verðmæti í því sem að ég hef skapaði fyrir eða ekki? Og á endanum gefur Guð okkur nákvæmlega það sem líf okkar bað um. Og spurningin okkar í dag er hvort er fjársjóður okkar, er það eitthvað sem að glimmur og glamur heimsins getur boðið okkur? Peningar líta vel út, að lifa sem minn eigin Guð, sem minn eigin Herra lítur vel út, eða er fjársjóður okkar Guð sjálfur? Og það sem er magnað er að þegar við lesum gnístur tanna, það segir þegar það er sent í brennslu í eldsofnin, eins og lýsingar nota fyrir helviti, að þá er talað um gnístur tanna, og það er oft það sem að í Nýja testamentinu gnístur tanna er ekki þess að lýsa þjáningu eða eitthvað, heldur reiði. Þú sér það að þegar þeir ætla að henda Jesú af klettinum, þá gnísta þeir tennur sínar. Þeir eru reiðir út í Guð. Þeir ætla að drepa hann. Og við sjáum í rauninni grátur sem er sorg og gnísta tanna sem er reiði. Og svo kemur verk fræðimanna sem er lærisveinn Krist er að bera fram úr því gamla, það er að segja Gamla testamentinu og þessi nýja sáttmála sem við lifum undir, til að benda á hversu verðmætur Guð er, hversu verðmætt hans ríki er. Og því miður er það oft guðfræðingar nútíma sem rakka niður þennan boðskap frekar en að upphefja verðmæti ríki Guðs. Við reynum að minnka kostnaðinn frekar en að upphefja hversu verðmætur Guð er. En starf okkar er þetta að nota reikningarna til að upphefja ríki Guðs, boða raunverulega ánægju sem felst í því að njóta Guðs og gera hann dýrlegan í nautn okkar á honum. Þannig að ég spyr okkur í dag, sjáum við verðmæti himnaríkis? Ekki í hvað Guð getur gefið okkur, heldur í hver Guð er. Margir hafa gefið allt, jafnvel líf fyrir margt. Þú veist, það er fólk sem hafi gefið líf fyrir peninga, fyrir vald, fyrir föðurlandið og alls konar. En verðmæti er ekki í peningunum sjálfu, eða valdinu sjálfu, eða föðurlandinu sjálfu, heldur hvað það stendur fyrir. Flestu öllum er drullu saman peningana sjálfa. Það getur enginn gefið þér að hrúa pappír og þú ert ógeðslega ánægður, heldur hvað gildi það hefur, hvað verðmæti það hefur. Að þú ímyndaðir ekki bara, vá hvað ég glaður að ég þessa peninga, heldur er ánægin í því hvað getur notað þessa peninga í, hvað getur keypt þér, hvernig getur nota valdið til þess að ná þínu fram. Og ef þú ert einstaklingur sem ert að gefa líf, þú veist þess að við vorum að biðja fyrir kirkjun áðan, sem að nýju einstaklingar getur verið í Írak okkur núna, Sýrlandi að berjast við ISIS. Af hverju er að berjast fyrir það? Líklegast er að hugsa til þess að, veit ekki, ef að ISIS myndi ná sínu fram, sem að þeirra dæmi er alheims kalifat, basically við viljum að allir heimurinn lúti þeim reglum sem að við setjum fyrir hann. Líklegast eru þeir ekki með verðmæti sitt á föðurlandinu sjálfu. Þeir eru kristnir einstaklingar og vita það að verðmæti okkar er endanlega í Kristi. Það er ekkert land sem er fullkomið. Líklegast eru hugsa til þess að fjölskyldu þeirra búa á þessu landi. Að það er það sem gildi er að liggur. Og sérðu hvað fjársjóðurinn hefur upp á að bjóða. Ekki bara líf, heldur líf í fullri gnægð. Þetta er líf með raunverulegri hamingju. Ekki bara líkamleg tímabundin gleði sem eyðileggur sál okkar, hug þinn, heldur frið Guð sem er æðri öllum skilningi. Þannig að ef þú ert þreyttur og þú ert kristinn, þá bið ég þig að hjarta okkar á það til að gleyma fagnaðarindru. Á það til að gleyma hversu verðmætur Guð er. Og því miður finn ég sjálfa mig oft í þessu, og ég veit að við stökum mjög oft við þetta, allir hér inni, að hjarta okkar þrá er eitthvað svona sem að það leggur verðmæti á frekar en fagnaðarindi. Þannig að við verðum að hafa miðpunkt okkar kirkju þetta fagnaðarindi.
hversu verðmætt það og þegar við komum saman á sunnudögum, þegar við hittumst á heimahópum, þegar við lesum og byggjum í okkar eigin lífum með fjölskyldum okkar, þá erum við að minna and okkar og hug á hvar verðmætt okkar liggur, hvar hamingjan okkar liggur. Það segir hjá Guði sjálfum, endurstilla augu okkar til þess að horfa á Jesú Krist sem magnað fyrir daginn. Hversu oft þurfum við að gera það? Hversu oft missi ég á tækifærum til þess að segja ykkur frá Jesú Kristi út af því ég ekki einu svona pæli því? Út af því ég ekki með augu mín á hversu magnaður hann hversu verðmætur hann hversu mikið allir sem ég hitti yfir daginn þurfa að heyra þetta. Það sem ég langar ógeðslega til þess að vera einstaklingur sem alltaf að leitast eftir tækifærum til þess að segja hversu magnaður og dýrmætur Jesús Kristur Þú veist, þegar einhver afgreiða með hvernig hefur daginn? Jesús magnaður. Þú veist, nei, kannski ekki alveg beint það. En að leitast eftir tækifærum til þess að ýta upp Jesú Kristi, til þess að sýna verðmæti og gildi hans frekar en allt þetta drall sem heimurinn hefur upp á að bjóða. Og ástæðan bak við allt sem við gerum verk Jesú Krist og drifkraftur okkar það sem hann nú þegar búinn að gera. Að elska út af því að við erum elskuð og fyrirgefa út af því að okkur fyrirgefið. Og við minnum okkur á því að brenglaða hjarta okkar það á það til að gleyma góðmennsku Guðs. Og þess vegna líka gott, þú veist, hvað upphefur heimurinn meira, þú veist, hvað upphefur heimurinn í dag? Ef það frelsi, sýnum verðmæti Krist með því að leggja frelsi okkar niður fyrir hann. Að segja, mitt frelsi ekki þess virði, mig langar þig. Mig langar að vera þinn lærisveinn, mig langar að elta þig, jafnvel að það kosta mig líf mitt. Hvað upphefur heimurinn? Kannski peninga. Þessi peningar eru til staðar því að þú hefur gefið mér þessa peninga og ég ætla að nota þetta til þess að blessa einhvern annan. Ég ætla að sýna að hamingja mín ekki fólgin í þessu og ég ætla að leggja þetta niður því að þú betri. Og ef þú ert ótrúr, að lifa í synd og fyrir synd ekkert annað en skurðgoðadýrkun. Og það held ég það sem að líka kannski enginn hér á ótrúrinni, en þegar við erum að tala synd í lífi fólks, þá verðum við að muna það, við erum að díla við skurðgoðadýrkun fyrst og fremst. Að við gerum sömu mistök og Adam og Eva, við efumst að Guð sé góður, að hamingjan liggur í því sem hann hefur sett út fyrir okkur, þannig að við ætlum að leita hamingju einhvers staðar annars staðar. Guð, já, þú ert örugglega fínn gæi, en ég held að þú sért að leyna smá frá mér, þannig ég ætla að sjá ef ég vel þessa synd, hvort það sé ekki aðeins meiri hamingja þar. Og þannig að þegar við erum að díla við synd í meðlimum okkar eða hjá okkur sjálfum, þá erum við að díla við skurðgoðadýrkun. Hvað ert að leggja í staðinn fyrir Guð? Hvað ert að setja á hana stað í staðinn fyrir að trúa og treysta að Guð sé góður og að leitast eftir þinni hamingju? Hvað ert að leitast eftir meira heldur en orði hans? Það sem við verðum að gera þegar við erum að díla við synd í hvers annars lífi og þegar við erum að díla við synd í okkar lífi og þegar við erum að benda öðrum á að segja henni hætt að hlaupa. Hætt að hlaupa eftir drasli til þess að gefa þér hamingju, hlauptu í faðm Jesú Krist. Gefðu þér undir hans heilugu hönd. Þú getur reynt að hlaupa en ef þú elskar syndina meira en Guð, mun þetta þunglyndi alltaf fylgja. Þessi innantóma tilfinning mun alltaf vera til staðar, einfaldlega út af því að þú ert ekki að lifa fyrir það sem þú ert skapaður fyrir. Og kall Krist til fjársjóðar sem meira virði en allt sem við eigum. Jafnvel ef það kostar okkur lífið sjálft, þá það ekki of mikið afborgun. Þá það ekki of dýrt. Sá fjársjóður að skuldin sem okkur varum of hefur verið greidd af öðrum. Að við gátum aldrei komið okkur fram hjá þessu skuldabréfi sem þjakaði okkur með ákveðum sínum og hann kom í okkar stað og greiddi skuldina. Og ef allt okkar líf snýst í kringum þessi skilaboð, þá það líf vel eitt. Og þegar þetta fallegasti boðskapurinn sem þessi heimur hefur upp á að bjóða, það ekki gleði, engin meiri gleði í öðru en þessu sem Jesús Kristur hefur nú þegar gert fyrir okkur. Ég er bara frekar sáttur með að hafa klárað þetta á þessum tíma og við skulum biðja saman og við skulum syngja saman og fagna þessu sem hann hefur gert. Drottinn, við játum það að augu okkar eiga til að horfa til hans. Við finnum hvernig hugur okkar ekki enn helgur, þú ert ekki búin að breyta okkur, Drottinn, að við vitum að við munum aldrei komast á þennan stað fyrir við sjáum þig auglýtis til auglýtis, en við eigum það til
að leitast eftir hamingju, það sem heimurinn hefur skilgreint hamingju. Drottinn, viltu hjálpa hjörtu okkar, sál okkar, anda okkar, Drottinn, að elska þig. Drottinn, með skömm þá horfum við til fortíðar okkar. Einhvern tímann á lífi okkar var tímapunktur þar sem þú ákvaðast að grípa inn og draga okkur til þín. Það sem við vorum að lífa fyrir stöðu okkar sem okkar eigin guðir, sem okkar eigin herrar. Líf okkar og orð okkar sögðu nei við þig og þú komst til okkar. Þú elskaðir okkar þegar við gáðum ekkert nema hatur og viðurstyggð. Drottinn, ég bið að þú gefur okkur andan sem umbreytir lífum okkar, umbreytir hjörtum okkar, gefur okkur augu sem sjá verðmæti þitt þegar við erum í, jáfnvel bara daglegri vinnu, þegar við erum ekki að gera neitt sem tengist eitthvað sérstaklega trú okkar, megum við átta okkur á því að allt okkar líf er fórnargjöf til þín. Að lofgjörð er ekki eitthvað sem við gerum þegar við syngjum saman, að lofgjörð er eitthvað gerum þegar við okkur einasta degi leggjum líf okkar niður því að við vitum að þú ert verðmeri, að verðmæti fagnaðarins er mun meira heldur en gildi lífi okkar, Drottinn. Gefðu okkur augu sem eru límd á þig og þína dýrð og hversu magnaður þú ert, Drottinn, og hjálpa okkur að sjá glimmer og glamúr heimsins, Drottinn, fölna í samræmi við hversu magnaður þú ert. Við játum að við erum með syndi hjörti og við biðjum þig að umbreyta hjörtum okkar, viðhorfu okkar og lífi okkar. Drottinn, hjálpa okkur að vera betri eiginmenn, hjálpa okkur að vera betri feður, hjálpa okkur að vera betri mæður og eiginkonu. Drottinn, hjálpa okkur að elska þig með öllu okkar lífi og taktu hjarta okkar og viltu binda hjörtu okkar við þig, við þinn vilja, þannig að við getum gert þig dýrlegan í gennum okkar líf. Í Jesú heila nafni. Amen.